Og næst á dagskrá, það 8. liður á dagskrá starfsáætlun og stefnuumræða og það fræðsluráð til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fræðslumál einn þýðingarmesti og stærsti málaflokkur sem sveitarfélög annast en helmingur útgjalda renna til þeirra mála. Akureyri státar af öflugu starfi í skólum bæjarins þar sem fagmennska og metnaður í forgrunni. Til að gera vel í skólamálum þarf skýra sýn og stefnu. Að þeirri vinnu þurfa allir aðilar skólasamfélagsins að koma. Í ljósi þess hve málaflokkurinn stór mun ég skipta stefnuræðu minni í annars vegar dagvistunar og leikskólamál og hins vegar til grunnskóla og tónlistarskóla. Í meirihlutasamningnum lögð áhersla á að hafa fræðslumál í forgrunni. Það sem stærsta verkefni kjörtímabilsins að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla með fjölbreyttum leiðum. Jafnframt þarf að vinna að öðrum mikilvægum verkefnum í öllum skólum ásamt stoðþjónustu og ráðgjöf. Menntun snýst ekki að fylla fötu, heldur að tendra eld. Hröð þróun í samfélaginu kallar á vandaða og breytta starfshætti. Vilji fyrir því hér á Akureyri að skólastarfið hafi víðtæk áhrif á samfélagið. Í stað þess að vera sífellt að elta og bregðast við, eigum við þess í stað að taka forystu og varða leiðina. Heilbrigðismál og umhverfismál eru stærstu viðfangsefni samtímans, auk samfélagsbreytinga sem fylgja þróun stafrænnar tækni sem í raun að bylta okkar samfélagi. Það má óhygg að segja að í raun koma börnin okkur sífellt á óvart og við blasir að mörg þeirra standa okkur sem fullorðin eru miklu framar í örri þróun samfélagsins. Drög að nýrri og metnaðarfullri menntastefnu, tónlistar, leik og grunnskóla liggja nú fyrir og voru lögð fyrir fræðsluráð á fundi ráðsins í gær. Samkvæmt verklagi við stefnumótun hjá Akureyrarbæ verður drögunum vísað til ráða og nefnda, auk þess sem þau verða tekin til umfjöllunar í skólum bæjarins og foreldrahópum. Allir hagsmunaaðilar skólasamfélagsins verða kallar að borðinu við gerð aðgerðaáætlunar sem einn mikilvægasti þáttur verkefnisins. Það meginverkefni kjörinna fulltrúa að móta stefnu bæjarfélagsins og verður haldinn vinnufundur með bæjarfulltrúum og fleirum stefnuna. Menntastefna Akureyrarbæjar leggur grunn að framsæknu, skóla og frístundastarfi. Við gerð menntastefnunar lagt upp með að hún verði framsýn, afmörkuð og skýr og byggja á gögnum, reynslu og rannsóknum. Hlutverk fullorðinna að vinna að velferð og framförum barna með gleði, metnað og umhyggju að leiðarljósi. Hraðar samfélagsbreytingar kalla á ábyrg viðbrögð og framsýni af hálfu fagfólks þar sem heilbrigði og mannkostir eru grunnur að öllu skólastarfi. Flest bendir til þess að óhjákvæmilegt verði að þróa starfshætti í skólum svo koma megi betur til móts við stöðu og þarfir barna vegna örra samfélagsbreytinga. Stefnan felur í sér almennar aðgerðir sem miða að því að grunnþætti menntunar og hæfniviðmið aðalnámskrár birtist í öllu starfi en rík áhersla lögð á að starfsfólk skólana útfæri stefnuna á hverjum stað í samstarfi við nemendur og foreldra. Stefnan tiltekur sameiginlegar áherslur í skóla og frístundastarfi og forgangsröðun umbóta verkefna. Dagforeldrar á Akureyri eru 29 og eru sjálfstæðir atvinnurekendur. Þeir starfa samkvæmt reglugerð daggæslu barna í heimahúsum og þurfa jafnframt að fara eftir ákvæðum og reglum sem Akureyrarbær setur varðandi niðurgreiðslur og umsjón og eftirlit með starfseminni. Samningur á milli dagforeldra og Akureyrarbæjar þjónustuna og þá jafnframt þríhliða þjónustusamningur á milli dagforeldra, foreldra og Akureyrarbæjar. Eitt af þeim verkefnum sem fræðsluráð stendur frammi fyrir að styrkja dagforeldrakerfið. Fjármagn var sett inn í fjárhagsáætlun 2019 til námskeiðshalds til að styrkja og styðja við verðandi og starfandi dagforeldra og niðurgreiðslu og endurmenntun fyrir starfandi dagforeldra.
Fyrirhugað að halda kynningarfund með vorinu fyrir foreldra sem nýta sér þjónustu dagforeldra. Markmið með slíkum fundi að upplýsa foreldra betur kerfið sem og að heyra sjónarmið foreldra og svara spurningum þeirra. Samstarf verður við starfandi dagforeldra vegna fundarins. Akureyrarbær rekur 8 leikskóla, auk þess sem bærinn með samning við einn sjálfstætt starfandi leikskóla sem Hólmasól, rekinn af Hjallastefnunni. Einnig rekur Akureyrarbær leikskóladeildir í samstarfi við grunnskólana í Hrísey og Grímsey þegar á þarf að halda. Í september 2018 dvöldu 976 börn í leikskólum bæjarins. Leikskólarnir okkar byggja á mismunandi uppeldisstefnum og því mikilvægt að foreldrar geti valið þá skólastefnu sem þeim hugnast best. Því eru leikskólar bæjarins ekki hverfaskiptir. Leikskólinn fyrsta skólastigi þar sem lagður grunnur að skólagöngu barna. Aðalnámskrá leikskóla og skólastefna Akureyrar eru stefnumótandi leiðarvísar uppeldisstörf í leikskólum og byggjast á markmiðslýsingu laga leikskóla og reglugerð starfsemi þeirra. Aðalnámskráin leiðarvísir fyrir alla sem vinna að uppeldi og menntun barna í leikskóla og sveigjanlegur rammi störf þeirra. Grunnþættir menntunar eru sameiginleg leiðarljós í menntun, uppeldi og umönnun í leikskólum og fléttast inn í allt leikskólastarfið. Hver leikskóli gerir eigin skólanámskrá og starfsáætlun. Í leikskólum á Akureyri meðal annars lögð áhersla á þekkingu, leikni, virðingu og vellíðan ásamt því að lögð áhersla á að hvert barn læri að vinna með öðrum, að deila með öðrum, læri samkennd og taka tillit til annara. Stefnt að því að bjóða börnum fæddum í janúar, febrúar, mars og apríl leikskólapláss í haust, en það mánuði yngri börnum en árið áður. Innritun stendur sem hæst þessa dagana og ýmsir þættir sem hafa áhrif á hversu hratt og örugglega við getum innritað. Samhliða því að nú bjóðum við mánuði yngri börnum leikskólapláss verða jöfnunargreiðslur til foreldra, barna 17 mánaða og eldri hjá dagforeldrum til jafns við kostnað á leikskólum. Styrkurinn tekur ekki til niðurgreiðslu á fæðisgjöldum þar sem þau eru mismunandi milli dagforeldra og leikskóla. Stofnaður var vinnuhópur í janúar 2019 sem heitir Brúum bilið. En hlutverk hópsins að finna leiðir til að brúa bilið milli fæðingar, orlofs og leikskóla. Hafist var strax handa við að kortleggja þær leiðir sem hægt að fara til að fjölga leikskólarýmum í bænum, skoða rýmistörf barna auk þess sem stefnan sett hvað varðar leikskólamál til framtíðar. Í hópnum sitja fulltrúar frá meiri og minni hluta ásamt starfsmönnum fræðslusviðs. Hópurinn þessa dagana að afla upplýsinga stöðu mála, hvernig þróun í fjölda barna verður, hvaða úrræði eru í boði og hvernig skal horfa til framtíðar. Fagráðshópur leikskólastjórnenda hliðarhópur þessara vinnu og mikið og gott samstarf þar á milli. Leikskólastjórar eru þessa dagana að meta stöðu sín skóla, hvort hægt sé að bæta inn ungbarnadeildum og hvað þurfi þá til. Gert ráð fyrir að hópurinn skili vinnuna af sér á vordögum, en nú þegar liggur fyrir ósk frá hópnum sem tekið fyrir á fundi fræðsluráðs í gær, en það að bæta við 2 færanlegum kennslustofum við Lundarsel. Sú viðbót gefur okkur 40-44 auka rými. Unnið að því hörðum höndum að koma þessari aðstöðu fyrir 1. september. Ákveðið var á síðasta kjörtímabili að byggja nýjan leikskóla í bænum. Glerárskólareiturinn var fyrir valinu en aðkallandi þörf á leikskóla norðan megin ár. Þessa dagana verið að vinna að hönnun skólans en ræða 7 deilda leikskóla fyrir 144 börn. Þar hafi gert ráð fyrir 2 ungbarnadeildum. Nýjum skóla meðal annars ætlað að leysa af hólmi efrahúsið í Pálmholti, en gert ráð fyrir að rekstur neðra húsins falli undir Lundarsel. Breyting á deiluskipulagi nú til kynningar en ákveðið var að fá aðkomu íbúa fyrra málum en oftast áður. Gert ráð fyrir að skólinn taki til starfa haustið 2021. Auk framkvæmda við nýjan leikskóla á Glerárskólareitnum verður farið í viðamikið viðhald í Glerárskóla í ár og næsta ári.
Gert ráð fyrir 300 milljónum í viðhald skólans og 105 milljónum í viðhald íþróttahús. Þrátt fyrir háar tölur skólinn orðinn gamall og uppsöfnuð þörf á viðhaldi orðinn töluverð. Við Karl fræðslustjóri fórum á fund starfsmanna síðastliðinn miðvikudag þar sem framkomu óskir samkomusal eða matsal sem nýtist skólastarfinu betur en þau hafa í dag. Ég tel mikilvægt við skoðum þetta ítarlega við gerð næstu fjárhagsáætlunar hvort möguleiki sé á að koma þessari framkvæmd inn og bæta þannig húsnæði skólans með framtíðarmöguleika í huga. Að þessu sögðu lýk ég máli mínu bili og hlakka til umræðunar í framhaldinu. Takk hérlega fyrir. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja að þakka formanni fræðsluráðs fyrir þessa yfirferð en leið lýsa undrun minni yfir því hversu innihaldslítil þessi stefnuræða er. Ég er eiginlega frekar undrandi og þó ekki vegna þess að þetta er kannski það sem að hefur einkennt dálítið undanfarin ár starfi hérna í bænum að við komumst bara virðist ekkert komast áfram með ákveðin mál og það eru leikskólamáli meðal annars einn liður í því. Hér er talað að meirihlutin leggi mikla áherslu á skólamálin. Þetta sé mikilvægur málflokkur og skipti alla máli. Já, það skiptir gríðarlega miklu máli. Á sínum tíma var ætlunin að leikskólabyggingin við Glerárskóla yrði risin og tekin í notkun 2019. Nú stefnum við á 2021 og áhöldum hvort að það næst. Mér vitanlega er ekki farið að skoða einu sinni, eða taka ákvörðun að skoða nokkuð skapaðan hlut í kringum það, hvar menn ætla að byggja næsta leikskóla til þess að tryggja það eins og gömul börn eða 12 mánaða komist bara inn í leikskóla þegar þar að kemur. Við erum átt okkur á því að við erum að fara núna inn í tímabil þar sem eru tiltölulega fá leikskólabörn vegna þess að árgangar eru það fáir. Ég ætla rétt að vona fyrir hönd Akureyrarbæjar að svo verði ekki mjög lengi. Ég ætla að vona og rétt að vona að börnum muni fjölga og fæðingu fjölga og fólk hætti að flýja úr bænum til að koma börnunum sínum í leikskóla hérna í nærsveitarfélögunum. Þetta er það sem er að heyra. Í viðtalstíma daginn kom meira að segja foreldri og hafði áhyggjur af því að hún stemdi það að hún fengi ekki pláss hjá dagforeldri. Skilaboðin eru þau að það sé eins gott að pantyrja dagforeldri í góðum tíma ef þú ætlar þeir eignast barn til að tryggja þá að komi barnin að. Þetta er ekki staði sem á að vera uppi í dag. Það brá ekki að vera til staðar. Og ég skil ekki hvernig mönnum dettur í hug með fullri virðingu fyrir öllum starfsmönnum leikskólana á þessum tímapunkti að fækka leikskólarýmum 44 síðastliðið haust, þar að segja taka 44 börnum færra inn og skapa þar með enn meiri glundroði í þessum málum. Nægur var hann fyrir. Og þegar ég les þessa ræðu og hlusta hérna, þá sé ég engin merki það að það sé nokkur stefnubreyting í vændum. Hér er ég með minnisblaðin það að það er að bjóða út tvær lausar kennslustofur með milligangi. Er búið og það á að staðsetja þetta við Lundarsel. Er það rétt sem maður heyrir að það hafi bara verið rétt í miðja síðustu viku sem leikskólastjórinn í Lundarseli vissi að því að það ætti að stækka leikskólann hjá hann?
Það er það rétt að miðja síðustu viku hafi skólastjóri Lundarskóla líka fengið vitneskju það að þessum yrði plantað á lóðina. Þrátt fyrir það að verið búið að svona ýja því að það stæði til að fara í annars konar byggingar í kringu Lundarskóla. Ég bara spyr, eins og þetta er það sem heyrir, það er gott að fá svör. Við erum endalaust hérna í einhverjum plástrum, við erum að spara aurinn og kasta krónunni. Það er ekki langt síðan að það var farið í það að í framkvæmdir upp í Naustaskóla fyrir einhverja 30 milljónir til að koma leikskólabörnum þar inn sem leikskóladeild í stað þess að setja bara 5 ára deild í skólan. Mér finnst það alveg afleit, fráleit ákvörðun. Við erum bara að mínu viti ekki að vinna í þessum málaflokki eins og við ættum að vera að gera. Og hér er talað um mikilvægi þess að setja fram sterka og skýra sýn. Jú, þetta er til dæmis eitt af því sem er grundvallaratriði í pælinga lærdómssamfélagsins sem er mikið vitna núna í aðdraganda skólastefnuvinnar og sem ég bara ber mikla virðingu fyrir. En þá erum við líka að vinna í samræmi við það. Við erum með gögn, við erum að leggja fram gögnin, við erum að vinna út frá staðreyndum og við erum að taka ákvarðanir út frá þessum gögnum. Ég sé það hvergi hérna, bara hvergi. Og mér er frekar heitt í hamsi vegna þess að mér finnst bara algjörlega út úr korti hvert er verið að leiða okkur núna. Bara afsakið. Þetta er bara út úr korti í þessum málflokki. Hér er við líka að tala um það að það þurfa að koma til betur til móts í stöðuþarfi barna vegna örra samfélagsbreytinga. Við þurfum að þróa starfshætti í skólum til þess að mæta þessu. Jú, við þurfum að fara í forgangsröðun umbótaverkefna. Já, allt saman staðreyndir sem vert er að horfa til. En hvað á að gera? Hér hefði hann mátt leggja fram til dæmis einhverja hugmyndir um það hvert ætti að stefna. Hvert ætla menn? Hvaða hugmyndir, hvaða rannsóknir eru lagðar til grundvallar þeim pælingu sem er í gangi og varpa því hérna fram. Hér er líka að tala um það að styrkja dagforeldrakerfið. Þetta var rætt inn í kosningabaráttinu og ég held að L-listinn hafi verið eini flokkurinn sem var með þetta á dagskrá, greinilega náð að koma þessu hérna inn. Og það er semst verið að leita margra leiða til að koma leys úr þessu vanda. En þessi, þetta bara gerist þannig og það bara gerist ekki neitt. Það er bara ekkert að gerast hérna. Og það er bara alveg útilokað að halda þessu áfram með þessu sniði. Það er þó jákvætt hérna að það á að jafna aðstöðu mun fólk sem á börn sem eru orðin 17 mánaða og komast ekki inn í leikskóla. En hann er bara jafnaður að hluta. Vegna þess að gjaldskrá dagforeldra með matinn, hún er bara bæði hún ólík og hún er gjörólík gjaldskrá leikskólana. Ætli muni ekki einhverjum 10.000 til 12.000 krónum á reikningum fyrir matinn hvort þú ert í dagforeldri eða leikskóla. Það var það einhverju tímapunkti. Ef það er þannig, og við ætlum ekki að jafna það, þá erum við að tala um einhvern 120 eða 110 til 140 skall á ári fyrir foreldra. En af því að við erum ekki með þetta inn í niðurgreiðslunum okkar, þá kemur þetta svo sem ekki inn. Þetta er bara svona dæmi um það, þó við ætlum að fara inn í svona verkefni, þá dugar það ekki til. Ef við ætlum að setja alla við saman borð, þá er bara ein leið til, hún er sú að stíga skrefin til fulls, fara að huga því að byggja leikskóla upp í Lundarskóla, nýjan leikskóla, stærri leikskóla, sem stærst tímans tönn og gera það með sóma þannig að það sé að bjóða hérna börnum upp á leikskóla vist í góðu húsnæði og við erum átt okkur á því að þó að það verið byggðar þessar 2 stofur við Lundarsel þá veit ég ekki til þess að aðstæðan í Lundarseli sjálfu þoli í raun og veru stærri hóp barna heldur en þar fyrir og sennilega meiri í dag heldur en það þolir. Og hvað á að fara að gera þar inni núna?
Því að sko, það verður langgáfulegast að byggja nýja leikskóla þarna upp frá og leggja þetta húsnæði af sem í raun og veru orðið úrelt. En nú að fara að breyta því, hugsanlega til hvað, 2-3-4 ára, þá byggja við Naustatjörn, það eru hvað, 3 ár síðan að hafa lagt í 3 milljónir þar, 30 milljónir breytingar á skólanum sem var nýbyggður, í stað þess að taka bara eðlilegar ákvarðanir. Þetta eru pólitísk atriði sem við erum að tala hérna um. Og ef við ætlum að fara að tala hérna um stefnumál, þá verðum við líka að fá stefnumálin hérna inn á borði til umræðu. Við erum ekki að tala um stefnu í þessu plaggi. Ég get ekki séð það því miður. Ég ætla að láta það duga í bili. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð nú því miður að taka undir með bæjarfulltrúa Gunnari það að þetta var ótrúlega tómlegt. Sem er samt að hluta til skiljanlegt þar sem að það er í vinnslu ný skólastefna og stefnan frá 2005 eru þetta orðin ansi úr sér gengin. Þannig að það er svo sem alveg eðlilegt að formaður skóla fræðsluráðs sé svona í pínu tómarúmi. Og ég held að þetta er alls ekki persónuleg gagnrýni. Og eins er starfandi starfshópur leikskólamálin eða leikskóla dagforeldramálin í þessu tilfelli og sem er í vinnslu líka, þannig að það er raun og veru ekkert komið upp á borði nema það sem kom hérna fram og sem ég ætla nú bara að byrja á því að nota tækifæri og fagna að jafna kostnað á milli þeirra sem að fá inn í leikskóla og þeirra sem þurfa að nota dagforeldrakerfið. Og en ég ætla bara að segja að ég hef svona, og ég er aðeins að endurtaka mig frá því að við ræddum fræðslustefnuna, skólastefnuna hérna daginn, ég hef áhyggjur og ég hef kvíða yfir þessu svona tómlæti varðandi málefni sem að var stærsta málið í kosningunum fyrir ári síðan. Og ég hef líka áhyggjur af aðkomu leysi kjörinna fulltrúa að þessum málaflokkum. Og til dæmis það að starfshópurinn að brúa bilið eins og það er kallað, sko, hann er búinn að funda eftir þessi bestu 3 sinnum á þessu ári og það er fyrst núna í gær sem að þetta er kynnt fyrir þeim kjörnu fulltrúum sem sitja í fræðsluráði. Og þetta er það sama sem ég var kvart yfir hérna daginn með skólastefnuna, að við fáum ekkert að vita hana og fólk sem situr í fræðsluráði fær heldur ekkert að vita hana. Og mér finnst þetta óþægilegt og ég fæ bara kvíða yfir þessu, svo ég segi ykkur bara það, að því að við berum auðvitað ábyrgð á þessu. Þessi drög sem voru lögð fram upphaflega held ég átt að vera til afgreiðslu í fræðsluráði í gær, en ég held að fræðsluráð hafi ekki afgreitt málið af því að það hafi óskað eftir fleiri gögnum og það er akkurat það sem ég líka, við fengum þetta undir málið, þessi drög að skólastefnu sem eru, og ég gerði það nú að ganni mínu að setja þetta inn í Word og fara í orðatalningu, 433 orð. Þetta er í stikkorða formi og það er ekkert slæmt í sjálfu sér nema það að aftur veldur mér kvíða að ég veit ekkert hvað liggur þarna bakvið. Ég var engin gögn og og það er gríðarlega mikilvægt í allri stefnumótunarvinnu að það sé byggt á gögnum og reynslu og rannsóknum og svona að það sé svolítið skýrt hvað er verið að vinna með, það er að segja hver er staðan
þegar maður er að móta sér stefnu, þá áttar maður sér fyrst og fremst á stöðunni. Ég veit ekkert hvað liggur þarna að baki. Þannig að ef að formaður fræðsluráðs hefur upplýsingar um það, þá óska ég eftir að hún deili þeim með mér. Og þess vegna hef ég ekkert voðalega mikið að segja um þetta, af því eins og ég segi, þetta er bara pínu tómlegt. En kannski af því að það er nú aðeins komin svona mynd eins og við vissum svo sem í upphafi og það var bara sett fram í samstarfssáttmála meirihlutans að dagforeldrakerfið yrði svona einhver ríkjandi hluti af því að brúa bilið, að þá vil ég bara segja að og spurja líka, hvernig er hugmyndin um það að hvað eiga leikskólarnir að gera, hvernig eiga dagforeldrarnir að vera og það kerfi og hvernig spilar þetta saman, eiga dagforeldrarnir að vera eitthvað backup, eiga þeir að vera sveigjanleikinn, hvernig birtist það þá í þeirra starfsöryggi eða á sveigjanleikinn að vera á hendi inn í leikskólunum. Mér finnst það gríðarlega mikilvægt vegna þess að fá svona svör við því hverjar eru hugmyndirnar með það. Að annað varðandi í skólastefnuna get ég svo sem alveg anda rólega í einhvern tíma viðbót þá til við fáum að sjá meira, en þarna finnst mér áhugavert og mikilvægt að svara þessu spurningum bara stöðu dagforeldra í framtíðinni þegar þessi stefna verður komin til framkvæmda að spila saman dagforeldrakerfi og leikskólakerfi. Og auðvitað þá, eins og ég segi, með starfsöryggi, með líka bara þeim vankanta sem í dagforeldrakerfinu felast, þar að segja þegar það er oft bara ein manneskja með 5 börn og foreldrar taka á sig sveigjanleikann ef viðkomandi þarf að fara í frí eða er veikur eða eitthvað kemur upp á. Og það finnst mér gríðarlega mikilvægt að sé mjög meðvituð umræða og meðvituð ákvörðun hvers vegna maður ætlar að nota þessi 2 kerfi í staðinn fyrir að hafa bara 1 kerfi og hver eru kostirnir og gallarnir við það. Takk. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið málsinu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar til að koma rétt aðeins til þess að bregðast við máli þessara 2 bæjarfulltrúa sem hafa komið upp. Það sem talað og gagnrýnt hvað lítið komið fram í stefnuræðunni. Þá það nú reyndar þannig, og ég reyndar eftir að taka seinni helmingi fyrir, að öll atriði sem koma fram í starfsáætlun ráðsins koma fram í ræðunni í einhverjum hætti. Og mér langar svona bara til að lesa þessa punkta upp og upplýsa bara bæði bæjarbúa og bæjarfulltrúa hvernig staða mála er. En verkefnið árið 2019 hjá Fræðsluráði meðal annars að innleiða skólastefnu. Sú vinna í fullu gangi núna, það eru drög sem voru, þeim var vísað áfram til ráða í ráðinu í gær. Þannig að það var samþykkt að gera það, þetta er rauninni bara drög að stefnu, þannig að þau voru ekki samþykkt þar sem þau var væntanlega eftir að taka breytingum og fara núna til kynningar inn í skólum og ráðum bæjarins. Og við vonumst þess að fá meira kjöt á beinið þar til þess að geta unnið stefnuna áfram, samþykkt hana og síðan farið í stóru vinnuna sem er aðgerðaáætlunin sjálf. Og þar munum við koma inn á þessa breyttu starfshætti, hvert við ætlum að stefna, allt þetta varðandi skólamálin okkar, hvað við viljum gera næstu árin, hvert við finnum stefna varðandi þær samfélagsbreytingar sem er í gangi. Það verður unnið með öllu skólasamfélaginu, það er ekki eitthvað sem Fræðsluráð ákveður eitt og sér. Heldur mikilvægt að grasrótin komi að þessu og við séum sammála og séum samtaka það hvert við erum að stefna. Einn af punktunum að færa ráðgjöf og stoðþjónustu meira inn í leik- og grunnskóla. Sú vinna nú þegar hafin, það er vinna í gangi hjá hóp innan fræðslusviðs þar sem verið að skoða það að í rauninni brjóta niður enn frekari múra en gert í dag og vinna betur saman til þess að hjálpa börnunum. Brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla
Sá hópur, jú, hann hefur fundað 3 sinnum, það er rétt. Fyrstu 2 fundirnir fóru í rauninni bara í það að afla gagna. Þetta eru gríðarlega upplýsingar sem við þurfum að fá til þess að geta tekið afstöðu hvert við viljum stefna. Hópurinn, svo ég upplýsi það kannski hér, er að hópurinn er að setja stefnuna á hvað við gerum á þessu kjörtímabili. Það eru 3 þættir sem búið er að leggja fram og ef þeir ná allir 3 fram að ganga þá mun okkur takast að brúa bilið í lok kjörtímabilsins. Haustið 2021 þegar Glerárskóli tekur til starfa þá mun okkur takast að brúa bilið. Framalega sem þetta gangi allt eftir. Við erum auðvitað að byggja á í rauninni áætlunum. Við vitum ekki hvernig börnum mun fjölga hér á Akureyri næstu árin. Við erum bara að gera ráð fyrir því og erum að meta í rauninni, bara tökum meðaltal síðustu 6 ára sem eru 230 börn. Ef við horfum bara á grunnskóluna þá eru 2700 börn inn í grunnskólum bæjarins sem að þýðir að meðaltali 270 barna árgang, þannig sjáum munin þarna á milli. Við gerum samt ekki ráð fyrir 270 því meðaltal síðustu 6 ára eru 230 börn. Það er það sem við setjum inn í áætlanir okkar, hvernig við erum að gera þetta. Og varðandi það að svara bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni, varðandi að við séum að fækka plássum í leikskólum bæjarins, þá var staðan einfaldlega þannig, eins og flestir hér þekkja, árið 2016 fylltum við leikskóla bæjarins. Við fylltum það á börnum því að við fengum það verkefni hér að það fluttu 49 börn inn til bæjarins sem var frábært og við fögnum því. Það þurfti að bregðast við, það var sett inn í leikskólana og sem olli því að við erum enn að súpa seyðið að því. Starfsmenn eru að fara í veikindaleyfi, það er mikið álag og það er verið að reyna að létta á og fara aftur í fyrri tölur. Þannig að ef við horfum á, tökum árið 2016 út fyrir sviga og horfum á meðaltal barna í leikskólum bæjarins síðastliðin 10 ár, þá er það svipað fjöldi og er í dag. En við þurfum samt sem áður líka að taka tillit til óska starfsfólks okkar. Við viljum ekki lenda í sömu stöðu og Reykjavíkurborg er að gera, að ná ekki inn að ráða fagfólk inn í leikskólana. Við erum mjög heppin með hversu hátt hlutfall faglærða er inn í leikskólum okkar og við viljum halda því. Það er mikilvægt að við hlustum og við vinnum málið saman. Varðandi styrkja endur og símenntun dagforeldra, það er komið, það kom inn í áætlun hjá okkur. Bæta aðstöðu frístundar og endurskoða starfsemin út frá nýjum viðmiðum mennta- og menningarmálaráðuneytis. Þetta er meðal annars sem að ný starfsmaður muni hugsanlega skoða í samstarfi við fræðsluráð, ný starfsmaður frístundasviðs varðandi samfelldan skóladag. Vinna samfelli í skóla- og frístundastarfi í samstarfi frístundasvið. Þetta er nú þegar komið inn í áætlun og við erum búin að ráða starfsmann sem er að fara að vinna að þessu á næstu vikum og mánuðum. Skima fyrir kvíða og þunglindi hjá 5. og 7. bekk í samstarfi við HSNE. Það er í gangi. Nútímavæði starfshætti í leik- og grunnskólum. Það er verið að vinna þetta og þetta verður unnið í tengslu við aðgerðaráætlun nýrrar skólastefnu. Bæta starfsumhverfi og líðan nemenda og starfsfólks. Þetta er í stöðugu gangi og þetta snýst það að efla stjórnendur, gefa endurgjöf, samvinnu og samtal. Auka sjálfstæði skóla. Sjálfstæði skóla er mjög mikið í dag. Við viljum hins vegar líka styðja betur við skólastjórana. Við vorum meðal annars að leggja fram bókun hjá fræðsluráði í gær það varðandi, hvað ég að segja, skólaskyldu. Öllum börnum er skylt að mæta 180 daga á ári í skólan. Við höfum lent svolítið í því eða fundið fyrir því að íþróttafélög er að skipuleggja íþróttastarf inn á tímum skólan og það veldur í rauninni vandræðum innan veggja skólana og þau vildu fá skýra línur og við gerðum það. Og þannig erum við að styðja skólastjórana til að taka sínar ákvarðanir. En þeir taka alla sínar ákvarðanir svo fram að sem rúmast innan fjárhagsramma og reglugerða. Vinna við leikskólabyggingu við Glerárskóla, hún er í fullum gangi. Það er hönnun fullu og varðandi það séu áætlanir árið 2021, þá ætlum við að opna haustið 2021. Það gæti alltaf eitthvað komið upp, það er ekki hægt að staðfesta eitthvað fram í tíman, en þetta er klárlega stefnan okkar. Hefja undirbúningu hönnun leikskólabyggingar, þarna er hópurinn brúum bilið að mynda sína sín og eins og ég sagði, það eru komnir 3 þættir inn sem við ætlum að gera þessu kjörtímabili. Við þurfum að vinna það frekar áður en ég gefi upplýsingar það opinberlega. En einnig er líka verið að skoða það hvernig við sjáum fyrir okkur uppbyggingu leikskóla mannvirkja til framtíðar litið. Stækka matsal Lundarskóla vegna fjölgunar nemenda, það er komið inn í áætlun núna á árinu og verið farið í þetta. Varðandi frekari hugmyndir framkvæmdir við Lundarskóla eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa hérna áðan, þá er það ekki á vegum fræðsluráðs, svo því sé til að haga haldið. Það er rauninni vinna sem var komin varðandi það hvernig væri hægt að skoða stækkun og matsal og svo vinna fór fram allavega meðal annars
starfsmönnum umhverfis- og mannvirkjasviðs, en það var ekki að beiðni fræðsluráðs, heldur væntanlega vera að velta upp hugmyndum hvað hægt að gera. Þannig að það farið að skoða hvar við ætlum að byggja upp næstu mannvirki. Það verður hugsanlega, það verður þessi kjörtímabili með nýjum Glerárskóla og annarri hugmynd sem í gangi og í vinslu og varðandi færanlega kennslustofur. Varðandi þessar færanlegu kennslustofur og skólastjóra Lundarsels, þá hef ég fundað með öllum leikskólakennurum bæjarins, oftar en einu sinni og meðal annars var þetta rætt þar. Þetta var líka rætt í heimsókn okkar fræðslustjóra í Lundarsel í janúar, byrjun janúar. Þá hittum við skólastjóran þar og fórum yfir húsnæðið og skoðum þetta og fengum að kynna starfinu sem var mjög ánægilegt. Þar komu fram ýmsar vangaveltur varðandi húsnæðið og búið að ræða það í mörg ára með skilst að það þurfi stærra eldhús. Það mjög lítið. Skólastjórinn, hún með skrifstofu milli eldhúsins og þvottahúsins, þið getið ímyndað ykkur, og starfsmannaaðstaðan af skórnum skammti. Allir þessi 3 þættir verða teknir inn í nýjar byggingar varðandi uppbyggingu Lundarseli. Það sem færanlega skólastofu verða 2 80 fermetrar og síðan kemur inn viðbygging sem 35 fermetrar og önnur 25 fermetrar. Það sem í rauninni skrifstofuhúsnæði og salernisaðstaða. Þannig að það verið að gera ráð fyrir þessu og þetta þarf að vinnast hratt. Það þurft að taka ákvörðun mjög snögglega og við erum að vinna þetta eins hratt og vel og við getum í samráði við alla. Skólastjórinn hefur sendt sínar athugasemdir eða ábendingar til okkar sem við að taka tillit til. Varðandi dagforeldra að það sé erfitt að fá pláss, já það þannig og það hefur verið þannig í fjöldamörg ár og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur kannast væntanlega við það og fyrir starfi sínu. Við erum að reyna að gera sem við getum til þess að styðja við dagforeldrakerfið. Við erum að kanna og höfum spurst fyrir og sendt póst á dagforeldra hvort að þeir sjá ástæðu til þess að útbúa aðstöðu inn á leikvöllum bæjarins. Það aðstaða á 2 leiksvæðum til þess að bæta við færanlegum svona litlum kennslustofum eins og í dag. Mér skildist á svari frá dagforeldrum að það væri ekki mikil þörf fyrir það. Þau voru mjög ánægð með jöfnunargreiðslurnar. Við höfum verið líka að vinna að þessu hvernig við sjáum fyrir okkur taka inn yngri börn. Það í vinslu hjá leikskólastjórum hvernig við viljum sjá þetta. Þær að fara í leikskóla víðsvegar landi og kynna sér starfsemi, meðal annars ungbarnaleikskóla og hvernig sveitarfélög að gera þetta vítt og breitt og að öðlast reynslu og setja saman þá sýn sem þau sjá þetta fyrir sér. Við leggjum til svona í fyrstu sýn og það getur vel verið það breytist, ég tek það skýrt fram, að taka inn börn 2 sinnum á ári að hausti og síðan í desember inn í leikskólana. Ef við ætlum að taka börn inn í desember þá þurfum við að gera ráð fyrir því að við fyllum ekki leikskólana á hausti. Það þarf að gefa ráðrúm fyrir því að geta bætt inn börnum. En það sem ég lærði sem formaður fræðsluráðs að 1 pláss í leikskóla ekki endilega 1 pláss í leikskóla. Það fer eftir aldri barna hversu mörg börn við getum sett inn á deildi leikskólana og það mismunandi á milli ára hversu mörg börn fara inn í hvern leikskóla. Eins og til dæmis ef við tökum Naustatjörn sem dæmi í dag að þá það að taka inn færri börn heldur en þau gerðu fyrir ári síðan og ástæðan sú að aldurspilið í aldursformið, aldurssamsetningin fyrirgefiði í leikskólanum í dag með allt öðrum hætti, miklu fleiri yngri börn. Þannig að það þarf að taka tillit til þessa líka þegar við erum að bæta við leikskólaplásum. Varðandi það sé engin stefnubreyting í vændum, jú, ég vona það svo sannarlega að með glænýrri og spennandi skólastefnu sem í gangi í vinslu núna, þá muni vera stefnubreytingu. Við þurfum stefnubreytingu til þess að mæta þessu örum samfélagsbreytingu sem í dag. Sjá hvort ég ekki að gleyma neinu. Brúabilið var kynnt fyrir kjörnum fulltrúum í fræðsluráði í gær. Það kjörnir fulltrúar inn í hópnum brúabilið sem var í rauninni 2 fulltrúar frá meirihluta og 1 frá minnihluta. Af 5 manna ráði þá 3 fulltrúar þar inni. Þannig að þar kemur pólitíska bilið inn en ástæðan fyrir því að það var ekki lagt fyrir ráðið fyrr en það var búið að funda 3 sinnum var einfaldlega vegna þess að fyrstu 2 fundirnir fóru bara í afla gagna og setja stefnuna. Þannig að nú bara leið og eitthvað gerist þá munum við alltaf leggja fyrir fundagerðir reglulega inn í ráðið en við þurfum að hafa eitthvað til þess að leggja fyrir.
varðandi skólastefnuna þá það alveg klárlega rétt hjá bæjarfulltrúa Sóley Björk. Það hafa ekki verið kjörnir fulltrúar inn í vinnuhópnum að svo stöddu. Það var hins vegar bókað á fundi fræðsluráðs í gær að á næsta fundi verður erindisbréf sett fyrir ráðið þar sem að 3 fulltrúar úr fræðsluráði munu fara inn í vinnuhópin, inn í þennan stýrihóp og vinna málið ásamt þessum fagaðilum sem þar eru inni. Einnig erum við að fara í þá vinnu að ráða inn einstakling til þess að sjá vinnuna, sjá afla gagnanna og stýra henni og fylgja eftir þannig að þetta gangi hratt og örugglega fyrir sig. Því það svo sannarlega vilji fyrir því innan fræðslusviðs og fræðsluráðs. Þannig að hvernig dagforeldrar og leikskólar vinni þetta saman, þá erum við að funda með leikskólastjórum reglulega þegar að taka þetta saman, hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Ég hef meðal annars átt fund líka með dagforeldrum til þess að ræða þetta. Þau eru meðvituð hvert við erum að stefna. Við þurfum að funda mjög fljótlega aftur með þeim og ég meðal annars ræddi það við dagforeldra og kastaði því fram hvort að þau hefðu áhuga á því að starfa innan leikskólana þegar við förum að taka inn yngri börn, því að þetta mjög mikil mannauður sem við höfum í dagforeldrunum okkar og mjög mikilvægt ef við getum fengið inn í leikskólana líka og meðal annars eru margir dagforeldrar leikskólalærðir. Þannig að það væri bara gulls í gildi að ef við getum unnið þetta enn betur saman. Þannig að ég vona að þetta bara skýri eitthvað og kannski dýpki umræðinu í kjölfarið. Takk hérlega fyrir. Þá bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst þetta eiginlega algjörlega bara fáránlegt að við stöndum hérna 2019 við algjört stefnuleysi á sama tíma og við stöndum frammi fyrir 4. iðnbyltingunni. Síðast þegar við ræddum hérna skólastefnuna á síðasta fundi, þá var skuldinni skellt á formannsskipti og embættismannaskipti innan fræðsluráðs. Ég var pínu hugsi eftir það að því að mín upplifun að við erum hérna 11 inni sem hefum að mynda stefnu, pólitíska sýn og stefnu sem á að vinna eftir. Þannig að það mín upplifun að það sé ábyrgð okkar allra, hérna að þetta sé gert, ekki bara einhverja formanna í fræðsluráði eða embættismanna. Því tengi ég hluta þessari sök á mig, en mér finnst samt að 6 okkar hérna inni beri meiri ábyrgð á þessari stöðu heldur en aðrir. Eins og hér kom fram þá stefna síðan 2005 og við erum hér 2019. Þannig að upplifun mín að við höfum eiginlega allt síðasta kjörtímabil verið að elta og bregðast við í stað þess að taka forystu og varða leiðina eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á. Og því miður þetta upplifun mín ennþá. En ég samt ánægð að heyra eftir að bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn upp og að það margt í vinnslu, þannig ég ætla að vera bjartsýn, en ég verð óboðslega örg ef ég stend hérna að segja það sama eftir ár. Þannig að ég treysti á okkur öll hérna inni, formann og alla þá sem í fræðsluráði og starfsmenn að við brettum verulega upp ermann og förum að standa okkur í þessu máli, því að þetta eitt stærsti málaflokkurinn okkar og mér finnst bara við erum með allt niður okkur. Sem betur fer reyndar að vinna gott starf í skólanum, við erum með gott starfsfólk innan skólana og það það sem að hjálpa okkur. En að sýnina skuli vanta til skammar. En mér langar aðeins að vita, bæjarfulltrúi Ingibjörg kom reyndar aðeins með fleiri punkta heldur en að hafi verið áður en ég fór hérna upp, en stefnan kom fram að á að styrkja dagforeldrakerfi og það einhver námskeið eitthvað svona í gangi. En það var ekki að tala á að fjölga. Ég ger mér enga grein fyrir, erum við að fara að stækka kerfið eða vorum við bara að bæta kerfið og bæta þjónustuna og líka bara hver staðan, ætlum við að fjölga eða ekki framboð af fleiri aðilum sem vilja vinna í dagforeldrakerfinu. Þannig ég ekki að gera mér grein fyrir því, líka bara hvað eru margir á biðlista eftir úrræðum í dagforeldrakerfinu, hvað eru margir á biðlista í leikskólakerfinu. Mér finnst líka bara, hvernig við náum við og hvenær ætlum við að setja okkur markmið fyrir það að ná því út úr umræðinu að hér sé ókleift að fá dagvistunarpláss. Því að þetta að skaða ímynd bæjarins.
Og þetta er það sem maður heyri líka bara hjá fyrirtækjum í bænum. Þau leggja einmitt ríka áherslu á það. Þau eru ekki að endilega leggja áherslu á það að Akureyrarstofa sé endilega alltaf til staðar. Þau leggja áherslu á það að hér séu dagvistunarúrræði fyrir starfsmenn þannig að það geti laðað til sín gott starfsfólk. Og þarna erum við ekki að standa okkur. En ég er mjög ánægð að heyra og ég tala fyrir því að það eigi að taka inn 2 sinnum á ári inn í leikskóla. Og þannig að ég reynda ekki alveg að hverju má ekki fylla plásuna hausti og nýta þá bara ef einhverju hafa dottið út eða nýta aldurssamsetninguna því að krakkarnir náttúrulega eldast á árinu og þá á að vera hægt að koma hugsanlega fleirum inn, þannig að ég þarf bara aðeins að kynna mig það betur eða fá náðunar upplýsingar það. En mér langar líka bara að fara að heyra frá meirihlutanum bara hvert er markmiðið, hvenær eiga öll eins árs börn að vera komin inn á leikskóla? Eða hvenær verður þetta bil, hvenær er brúin komin hann á milli? Mér finnst einhvern veginn eins og það þorir enginn að setja niður markmið í þessu, bara hvenær ætlum við að vera búin. Ég hef aldrei heyrt það. Ég er mjög jákvæð fyrir því og ég er mjög ánægð að heyra að leikskólar eigi áfram að vera hverfaskiptir. Mér finnst við eigum að bjóða foreldrum upp á val hvar sem þau búa í bænum og geta þá ráðið því sjálf hvort þau keyra á milli hverfa með börnin sín út af því sem að leikskólinn er að bjóða upp á. Ég náttúrulega get ekki komið upp án þess að minnast á styttri sumarloka leikskóla því að það væri ekki líkt mér að ræða það mál ekki. En við höfum náttúrulega margoft rætt þetta mál og mér finnst alltaf vera þannig að þegar við förum á fund með aðilum og viðskiptalínu þá er svona já, þetta þarf eitthvað sem þarf að skoða og eitthvað svona, en svo tekur meirihlutin aldrei jákvæða afstöðu í þessu máli og klárar þetta mál. Við í Sjálfstæðisflokknum höfum óskað eftir því að fara með sumarlokarnar niður í 2 vikur og mér langar bara að fá það hreint, er einhver vilji hjá einhverjum í meirihlutanum til þess að gera þetta eða er þetta út af kortinu algjörlega, því þá vil ég geta bara sagt við atvinnulífið, meirihlutin vill ekki styttir sumarlokarnar. En það er eitt sem ég langar líka að koma inn á, að ég reynda að kemur örugglega bara aftur upp með það þegar við förum yfir grunnskólana, en takk í bili. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir í loki máli sem ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórninni og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að byrja að þakka formanni fræðsluráðs fyrir yfirferðina og sérstaklega kannski þegar hún kom hérna upp í seinna skipti og fór yfir svona stöðu verkefna, það var bara ágætlega upplýsandi fyrir okkur, auðvitað öll. Mér langaði aðeins bara til þess að koma upp og bregðast við orðum bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar sem að nefndi það að L-listinn hefði verið eini sem vildi bara dagforeldраkerfi og ekkert annað. Það var þetta ekki þannig, við töluðum að brúa bili með fjölbreyttum leiðum og það sem að ég gerði mér alltaf vonir og þetta veit bæjarfulltrúi Gunnar, jafnvel og ég, að dagforeldраkerfi var notað sem buffer. Það var til þess að taka þennan sveigjanleika í hverfinu. Það er ódýrara fyrir bæinn og svo framvegis, það er búið að vera í mörg ár. Ef við ætlum að fara, og það er það sem við erum að stefna á kjörtímabilinu, að veita öllum börnum 12 mánaða og eldri leikskólapláss, þá þurfum við að gera þetta í einhverju skrefum. Og ég treysti því bara að vinnan er farin af stað í þessum hóp brúmubilið og það komi bara áætlun það, núna ætlum við að gera þetta, síðan ætlum við að gera hitt og þau eru komin af stað með því að styrkja dagforeldраkerfið. Það er bara farið að ræða við hvort að þeir hafi áhuga að koma svo inn í ungbarnaleikskólana. Það er verið að leggja upp plan með að fjölga leikskólaplássum og hvernig þær byggingar koma fram á næstu árum. Og 2000, þegar kjörtímabilinu lýkur, þá er stefnt að því að börn við 12 mánaða aldur komist inn á leikskóla. Og þangað erum við að stefna. Vinnan er í gangi eftir því sem að og eins og formaðurinn hefur farið yfir ágætlega en ég ætla líka aðeins að taka undir og leggja áherslu á að kjörnir fulltrúar komi að stefnumótun vegna þess að þú veist, núna er sú vinna þetta búin að vera lengi í gangi og var á síðasta kjörtímabili
og núna komið svona smá grind og nú verið að kalla okkur að borðinu og ég held að við bara að vera svolítið öflug, við sem sitjum við þetta borð, að taka þátt í þessari stefnumótun og hvernig við viljum sjá skólakerfið og þá allt frá leikskóla og upp úr. Mér langar aðeins að spurja formann fræðsluráðs hvort hún hefði eitthvað heyrt hvernig gengum með styttingu vinnuvikunar hjá Hjallastefnunni. Af því að ég vissi að því að það var að fara á stað og þá átti svo að meta hvernig það hefði gengið og hvort að við ættum mögulega einhvern veginn að ég skoða það fyrir okkar skóla. Annað var það ekki í bili. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið málu sínu í færin eftir stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka formanni fræðsluráðs, bæjarfulltrúi Ingibjörgu Ísaksen, fyrir seinni ræðuna sem var miklu betri en svo fyrri. Það er alveg augljóst að það nú allavega verið að gera eitthvað, en það sem við erum að kalla hérna eftir, það skýrari sýn á þessu mál. Og við erum ekki að tala um sýn starfsmanna, við erum að tala um pólitíska sýn. Nú er þessi meirihluti búin að vera hérna við völd í 5 ár, hluthafanum í 9 ár og þetta er staðan. Og meira að segja á tíma þegar að börnum á leikskólaaldri hefur fækkað. Það er aldrei merkilegt. Ef við skulum vera á þessum stað, meira að segja þar. Og það er kannski heppni fyrir þennan meirihluta að fæðingum hefur fækkað svona mikið og börnum á leikskólaaldri fækkað líka vegna þess að þau sækja bara hérna í næstu sveitir til að komast í leikskóla. Þetta er náttúrulega heppni. En það náttúrulega verður að vera hérna einhver pólitísk sýn á það hvert menn ætla. Ef að það er staðreyndin að þið ætli að vera búin að leysa þetta þarna, ekki vantar stuðningi frá okkur eins og þið heyrið, það er nokkuð ljóst. Að þá vil ég fara að sjá hvert þið eða við erum þá að fara vegna þess að það eru þið sem taki ákvarðanirnar og beri svo undir okkur eða gefa okkur tækifæri til að koma að í einhverju tímapunkti. En það sem við erum bara að kalla eftir hérna, hvar og hvernig ætlum við að leysa þetta? Og þá komum við aftur þessum pólitísku spurningum, þessu pólitíska mati. Eigum við að miða við 230 börn að meðaltali í árgangi eða eigum við að miða við 250 börn að meðaltali í árgangi? Eða eigum við að miða við 270 börn að meðaltali í árgangi? Ef við ætlum að hanga á horri minni og ekki gera ráð fyrir mikill í fjölgun hérna, þá skulum við miða við 230 börn. Það er alveg sjálfsagt, en við eigum að setja markið hærra. Við eigum að gera það. Það að vera með dagforeldrakerfi, ég hef ekkert á móti dagforeldrum, langflestir þeirra standa sig gríðarlega vel. Kerfið bara sem slíkt, það virkar ekki vegna þess að sveiflurnar sem við erum að takast á við, að dagforeldrakerfið það bara nægir ekki að dekka þetta. Það hefur aldrei gert. Nú er skortur. Það er það sem við eigum að gera með því að fjölga leikskólaplássina, hafa þá þau næg, er að við eigum að sjá til þess að þessar sveiflur, þær kom ekki niður á foreldrunum eða börnum. Við erum bara að leysa þetta. Og þegar minnst er á það að eins og í Naustatjörn núna, þá eru færri börn vegna þess að þau eru yngri. Já, og af hverju er það? Jú, það er vegna þess að það er búið útluta stöðugildum í Naustatjörn sem miða við ákveðin fjölda barngilda. Það er pláss fyrir fleiri börn, en þá eru bara að fjölga starfsfólki. Hvað þýðir það? Jú, kom bara inn með viðauka og reddum þessu. Sko, maður þurfti íðulega sem fræðstjóri að svara spurningu fólks býta af hverju ekki hægt að setja börn hér og hér. Jú, það er vegna þess að það er bara ekki starfsfólk. Það fæst ekki peningur fyrir fleira starfsfólki. Það er okkar hér. Það er okkar hér að taka þessar ákvarðanir. Það er ekki embættismann eða starfsmann. Það er ekki ætla ég að gera lítið úr samráði við starfsfólk, en ég held að sé algjört lykilatriði
að það liggi fyrir einhver pólitísk sýn það hvert menn ætla þegar farið í þetta samráð. Það bara grundvallaratriði og þar með líki máli mínu þetta mál. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem nú aðalega hingað til þess að ítreka spurningu mína. Kannski byrja á því að segja að ég gleðst yfir því að formaður fræðsluráðs átta sig á því að börn passa illa inn í Excel-skjöl og það er akkúrat mikilvægt að hafa það í huga. Á sama tíma vil ég ítreka spurninguna mína sem að kannski einmitt það er augljóslega kannski ekki alveg samhljómur, allan finnst mér ég fá misvísandi svör það hvort að dagforeldrar eigi einmitt að sjá sveigjanleikann í kerfinu og ef svo vita þau af því. Vita dagforeldrar að meirihlutinn hérna hefur hugsað sér að þau sjá sveigjanleikann og ég talaði þetta í tengslu við starfsöryggi hérna áðan og ég skildi ekki alveg og það er kannski ágætt að fá þá betri útskýringar á því hvernig það átt að virka saman með því að bjóða þeim vinnu inn í leikskólanum. Þannig að ég bara óska eftir að fá aðeins betri útskýring á því, ég skildi ekki neitt. Ég ætla aðeins til þess að ég ætla að spyrja aftur sömu spurningarinnar og áðan en núna ætla ég aðeins að útskýra hana betur, ég ætla svona aðeins að lesa hérna með leyfi forseta upp úr skal ég segja ykkur handbókum opinbera stefnumótun og áætlanagerð sem gefin út af stjórnarráðinu eða forsætisráðuneytinu 2013. Þar segir með leyfi forseta í upphafi stefnumótunar nauðsynlegt að afla allra tiltækra upplýsinga viðfangsefnið og umhverfi þess enda eru skýrar og greinagóðar upplýsingar ein af forsendum vandaðrar stefnumótunar vinnu. Og þess vegna fer ég að spyrja, hvað það sem grunnurinn að vinnunni við nýju skólastefnuna? Eins og ég sagði hérna áðan, við erum búin að fá að sjá drög sem í einhverju punktaformi og ég spyr þá aftur, hver eru gögnin sem liggja baki þess? Það hlýtur eitthvað. Ég trúi því varla að þetta sé eitthvað sem að einhverjum starfsmanni fræðslusviðs datt í huga að setja niður. Þetta alveg, þetta ofboðslega almennt og og ég nú kannski bara, það var eitt sem að höfðaði sérstaklega vel til mín að þessu og það alveg í lokin og það eru punktar sem að kallast lykilhugsun og von ekki aðferð og ég alveg hjartanlega sammála því og trúi því að það séu einhver gögn sem eru liggja undir þessu að því að svona eins og ég sagði áðan og ég ofsalega mikið að endurtaka með það á því ég fæ ekki svörun á það sem ég að spyrja að það allt í lagi að textin sé knappur, það bara gott að hafa þetta einfalt og skýrt og í punktaformi en við sem berum ábyrgð á þessu hljótum að eiga rétt á því að vita hvaða gögn liggja þarna undir til þess að fyrir fyrst og fremst að skýra stöðuna eins og í dag og hver útkoman, hverjir eru veikleikarnir, hvað það sem við ætlum að vinna með, hverjir eru styrkleikarnir. Það hlýtur, ég trúi varla en að það sé búið að byggja þetta á einhverjum gögnum og upplýsingum. Þannig ég bara ítreka þessa spurningu. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Mér langar til að bregðast aðeins við orðum eða spurningum bæjarfulltrúa og vangaveltum bæjarfulltrúa Evu Hrundar varðandi hvernig við ætlum að styrkja dagforeldrakerfið. Við höfum þetta sett fram í þrepum, annars vegar það við höfum verið að kanna hvort við getum bætt aðstöðuna. Það eru dagforeldrar sem eru heima hjá sér, jafnvel 2 saman í heimahúsi og oft það nú þannig að við veikjumst og þá erfitt að vera dagforeldri með fjölda barna á heimilinu. Þannig við skoðum það hvort við gætum bætt aðstöðuna þeirra og eins og ég kom fram í máli mínu áðan þá ekki mikil þörf á því að mati dagforeldra. Við erum að koma með þessar niðurgreiðslur til þeirra barna sem komast ekki inn á leikskóla og eru dagforeldrum og dagforeldrar mjög ánægðir með það. Við erum að setja inn fjármagn varðandi námskeið til að styrkja og efla dagforeldra og verðandi dagforeldra en það sem hefur stundum stoppað dagforeldra af þetta námskeið sem þarf að fara á og greiða kostnað við og við erum að niðurgreiða það núna. Varðandi það hvernig hvort við ætlum að bæta við dagforeldrum, já þá erum við stöðugt að skoða það hvort við getum fengið dagforeldra inn en staðan bara einfaldlega þannig að það eru mjög fáir sem sækjast eftir því að verða dagforeldrar. Það bara þannig því miður og við erum að segja kann alla þá þætti og í samstarfi við dagforeldra hvernig við getum styrkt og enn frekar og erum að vinna að því en erum komin alla að minnstakosti með þessa tillögur fram. Varðandi það af hverju við fyllum ekki plássin á hausti. Við erum auðvitað að fylla plássin á hausti og þau sem að börn sem flytja eða færa sig set, við erum að nýta þau líka. Það eru alltaf hreyfingar áramót þegar börn vilja koma, eða þegar börn koma inn í leikskólana, en það mun færri börn sem koma að áramót heldur en á haustin. Varðandi sveiflujöfnunina og hvort að dagforeldrar eigi að vera sveiflujafnarar, þá staðan einfaldlega þannig að á haustin innritun. Það innritun í grunnskóla og þá losnar í leikskólum. Þá fyllum við leikskólaplássin okkar og þá geta dagforeldrar tekið við. Á meðan við erum bara að hafa þessa innritun einu sinni á ári, þá skapast alltaf þörf áramót. Þegar að börn eru komin, þegar foreldrar barna vilja komast inn á vinnumarkaðinn, búin með fæðingarorlofið sitt og vilja komast inn, þá þurfum við að hafa eitthvað buffer. Og spurningin og það það sem við erum að greina núna og skoða og höfum meðal annars velt upp við dagforeldra, að það séu kannski einhverjir 3, 4, 5 dagforeldrar sem að fá greitt fyrir 5 pláss en hafa bara 4 börn og geta tekið barn áramót. Hvaða dagforeldrar eiga það þá að vera, kemur spurningin. Það Sigga og Jonni eða það einhverju aðrir og af hverju fá þessir þetta en ekki hinir? Þetta eitthvað sem þarf bara að skoða virkilega vel og þá fórum við líka að skoða, viljum kannski kanna það þegar það eykst rými í leikskólanum að gera þetta gegnum leikskólana. Hafa færri börn, geta farið í snemmtæka íhlutun, gripi strax inn í. Þetta allt þætti sem að skoða. Ég rosalega ánægð með áhuga bæjarfulltrúa á fræðslumálum og ég hlakka til að fá ykkur að vinnu við skólastefnuna því ég bara mikla trú á því að þið komið með mikið og gott efni þar inn. Ég bara sannfærð það og við ætlum að halda vinnufund með bæjarfulltrúum í skólastefnuvinninni og eins og segi það verður bara mjög ánægilegt gerir ég ráð fyrir. Varðandi Hallabjörg bæjarfulltrúi kom inn á það varðandi styttingu vinnuvikunnar og hjallastefnunar. Nei, það eina sem ég veit þau fóru á stað með þetta. Það gekk gríðarlega vel í byrjun. Þau ætluðu að kanna hvernig veturum færi þegar það færa starfsfólk, þegar það að koma börnunum út og þarf fram eftir götunum í snjógalla og allt þetta. En ég hef ekki heyrt í þeim eftir það. Svona spurning hvort ég setja mig ekki bara í samband og kanni þetta. Varðandi það að það séu börn að fara frá Akureyri til annars sveitarfélag því það fá ekki leikskólapláss, já það gerist, en það gerist líka bara að börn úr öðrum sveitarfélögum að koma til Akureyrar í skólakerfinu okkar. Það bara einfaldlega þannig, þetta ekki bara í eina átt, þetta virkar í báðar áttir, sem betur fer. Varðandi stefnuna þá vissulega búið að eiga sér stað gríðarlega mikil vinna sem að við í fræðsluráði kannski höfum ekki setið fundin á vegna þess að þessi fagrashópur hefur verið að vinna þetta. Þeir hafa verið að safna sama gögnum, það fór á stað vinna á síðasta kjörtímabili þar sem farið inn í skólana, rætt við starfsfólk og fengi gögn sem að hluta til þessi vinna byggð á. Það auðvitað líka verið að skoða rannsóknir og annað og það vinna bak við þetta sem ekki endilega lögð fram í stefninu í þessum drögum sjálfum, heldur það bara þessi yfirskrift og þessi stikkorð, það alveg rétt. En það mun koma meira kjöt á beinin. Þetta bara fyrsta skrefið. Við erum að setja þetta inn í nefndir núna og inn í skólasamfélagi. Það sem að þetta eru grunngildin sem við ætlum að hafa inn í stefninu okkar og byggja á.
ég sem formaður fræðsluráðs vil koma meira að vinnunni. Í dag er bara þessi beinagrind og við þurfum að setja frekara efni inn. Takk hérlega fyrir. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég nú að taka undir með Gunnari Gíslasyni bæjarfulltrúa. Ég er algjörlega sammála því að þetta var stærsta málið í kosningunum. Og mér finnst bara mjög furðulegt að við séum ekki komin lengra með þetta mál. Því það voru allir sammála að þetta taka vel á þessu máli. Og ég er alveg samfærður það ef þetta væri alvöru fyrirtæki sem allir hægt að kalla Akureyri með hvernig standi ykkur í þessu. Þá hefði það ekki bara hreinlega efni á því að draga lappina svona. Þetta er bara graf alvarlegt mál. Og mér finnst að við verðum að taka okkur saman í andlitinu og laga þetta. Það er liðið ár síðan að vera kosningar og það er ekkert að gerast. Eða allt og lítið. Það eiga náttúrulega að vera hafnar framkvæmdir og að vera komið eitthvað af stað. Þetta er bara allt og rólegt. Og við eigum ekki að sætta okkur við að vinna á þessum hraða. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðstáls. Já, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu. Ég held að það sé alveg rétt að þetta er okkur mikið hittamál og og við höfum oft rætt á hvaða hraða er hægt að gera þetta, þetta var stærsta máli okkar í kosningunum og þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli að það sé innleitt hratt og örugglega þau markmið sem við höfum sett okkur. Við höfum rætt að vilja koma 12 mánaða börnum inn á leikskóla á þessu kjörtímabili og með við allavega það sem að ég með hjá mér er að á 2019 árinu þá bætum við 44 plásum við Lundasel og 2020 24 plásum á ungbarna leikskóla og 2021 144 plásum við leikskóla við Glerárskóla og við á meðan jöfnum greiðslur til dagforeldra og til þess að minnka bili á kostnaði. Þannig að þó að ég myndi gjarnan vilja sjá þetta ganga mun hraðar og ég tek undir með bæjarfulltrúa Hlyni í því að þá er þetta allt greinilega takmörkunum háð en þarna er þó komin ákvörðun þar sem við erum að bæta verulega við plássum strax á þessu ári, á næsta ári og á þar næsta ári og fara strax í þessar niðurgreiðslur að jafna þennan kostnað við dagforeldra sem er ánægjulegt. Og að þessi starfshópur þessa samfellu sé í gangi. Ég tek líka undir það að gerð skólastefnu er gríðarlega mikilvægt mál og það skiptir máli eins og hérna hefur komið fram að kjörnir fulltrúar hafi aðkomu vegna þess að það er megin hlutverk okkar sem kjörinna fulltrúa að marka stefnu Akureyrarbæjar. Og ég hlakka því til og vil helst að það gerist sem allra fyrst að við förum að vinna sameiginlega því og gleðilegt að sjá það sem komið er á blað en ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við komum að henni fljótt og örugglega og eins og heyra má þá er hérna mikill kraftur, ólgandi, iðandi í skinninu til þess að fá að taka þátt í því enda alveg ljóst að stefnan okkar er orðin allt of gömul í samfélagi sem er að þróast verulega ört og þarf á því að halda að við brettum upp ermarnar. Ég hins vegar líka vil nefna í þessu samhengi að ég gríðarlega ánægð með það verkefni sem við höfum farið af stað með og ég bind miklar vonir við sem er að gera frístundastarf okkar skóla metnaðarfullt að þar sé að frístund sé alvöru, að þar sé bæði íþróttalíf og menningarmál fyrir börnin okkar þannig að þau geti sinnt sínu frístundastarfi innan eðlilegra tímamarka. Þannig að þó svo að það líti kannski ekki út fyrir að allt hafi gerst, þá er nú samt heilmikið búið að gerast og ég er bjartsýn. Ég held að við séum að framkvæma og við gerum þetta
Ég held að það sé algjör einhugur hérna í þessari bæjarstjórn og innan fræðslusviðs get ég ekki heyrt betur en að það sé jafn mikill metnaður til þess að gera vel og þetta sé forgangsverkefni algjört. Varðandi að því að það voru nefndar sumarlokanir þá að gera, ég hef ekki tekið þátt í þeirri umræður áður, þannig að það er ágætt að þú nefnir það öðru hvoru. Greinilega, þú hljómaður eins og væri bilu plata í þessu en ég hef ekki tekið þátt ennþá í þeirri umræðu og skilst mér að séu, aðeins þar að segja að það væri einhverjar skipta skoðanir varðandi foreldra, að gerð hefði verið þjónustukönnun varðandi vilja foreldra í þessu efni því að sjálfsögðu skiptir máli að þjónusta foreldra í þessu samhengi. Þó man ég eftir því að mér þótti þetta heppilegt á sínum tíma þegar ég var með lítil börn að þá gat ég valið 2 tímabil, þar að segja 2 vikum fyrir lokun og 2 vikum eftir lokun, þannig að við gátum sem hjón valið okkur allavega 2 tíma sem var þá líklegra til þess að við gætu farið sameiginlega í sumarfrí sem eru algjörlega þarfir þá allavega mín sem notenda. Hins vegar hafa líka komið upp sjónarmið varðandi endurnýjun á búnaði og svo framvegis sem að hefur skipt miklu máli og að þar að auki náttúrulega sumarfrí bæði starfsmanna bæjarins og leikskólana en ég trúi því að sé hægt að útfæra þetta og það sé bara að gera það. Þannig að ég trúi því að við getum náð börnum inn á leikskóla, við styðjum dagforeldrakerfið á meðan, jöfnum greiðslurnar og gerum þetta bara metnaðarfullt fyrir okkur sjálf og börnin okkar og samfélagið. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er svona ýmislegt sem að gleymi stundum í umræðinni þegar margar spurningar dynja á manni og maður reynir að hreypa þetta niður og svara eftir bestu getu en mér langar svona kannski aðeins til þess að koma og ég veit ekki hvort ég hef verið nógu skýr í mínu máli áðan. En ég held ég hefði verið að þegar ég talaði að það eru þrír möguleika núna sem við erum að vinna með. Annars vegar það 2 færanlegar kennslustofur sem fær okkur 44 ný pláss fyrir leikskólabörn. Það er Glerárskóli sem er 144 ný pláss árið 2021 og síðan er annað úrræði sem við eigum eftir að vinna betur en mun hugsanlega gefa okkur 25 ungbarnapláss í skólanum og þetta eru rúmlega 200 pláss fyrir leikskólabörn. Þannig að við sjáum fyrir okkur að gangi þetta allt eftir þá náum við að brúa bilið með við þá þróun sem er í barneignum í dag, en það er auðvitað erfitt að sjá fyrir það. Varðandi styttri sumarlokanir, þá er ég nú ekki alveg sammála á stöllu minni varðandi það sé eitthvað sem við getum gert. Við höfum skoðað þetta og könnum það er við erum búin að fela fræðslusviði að fara í skoðanakönnun á sumarfríslokunum leikskóla og það er verið að fara í það núna á vordögum. Við síðustu könnun þá voru foreldrar mjög ánægðir með þær sumarlokanir sem eru í boði í dag. Þetta kostar að stytta sumarlokunina fyrirgefiði en það sem að ég kannski hlusta mest á er fagálit leikskólakennara. En þau hafa talað fyrir því og hafa reynsluna því að þetta er mjög jákvætt hvernig þetta er varðandi starfsemi og aðstöðu barna. Þetta er líkt og bæjarfulltrúi Hilda Jana kom inn á hérna áðan, það er verið að nýta tíman í að mála og laga aðstöðu og leikvelli og annað. Það er líka þannig að ef að börnin eru að koma á öðrum tímum, jafnvel fara í aðra leikskóla eða koma í sína leikskóla, þá erum við líka með starfsfólk sem fer í sumarfrí. Og með við það sem að leikskólakennarar segja, þá skapar þetta óöryggi á börnunum. Þau koma, leikfélagarnir eru ekki í leikskólanum, þau eru jafnvel í sumarfríi. Starfsfólki sem þau þekkja til og hafa vanist eru ekki á staðnum, þau eru í sumarfríi. Þannig að þau telja það að óbreytt ástand sé best en vissulega erum við tilbúin til þess að skoða eitt og annað og eins og ég segi, þessi könnun er að fara á stað núna á vordögum þar sem við fáum kannski að heyra líka viðhorf notenda þjónustunarinnar. En ég sé að það eru fleiri bæjarfulltrúar búin að óska eftir að taka til máls þannig að ég ætla ekki að ljúka þessari umræðu strax. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, takk bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir.
Ég held ég fengi ekki svar fyrir þessu. Ég var svona að velta fyrir mér hvort ég ætti að spyrja ykkur á Facebook hvort ég fengi svar þar fyrir ykkar. Það var allan að ég kom með 2 svör, annað já og hitt við nei. En reyndar það þannig, bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen, að það er ekki samdóma álit allra leikskólakennara að það eigi ekki að stytta sumarlokanir. Því ég þekki alveg bara fullt af leikskólakennarum sem eru bara á því að það eigi að gera það. Þannig að þetta er ekki samhljómur þar, hefur ekki verið gerð könnun að mér vitandi og meðal allra starfsmanna leikskólana með þetta mál. Ég myndi líka gjarnan vilja þegar þessi könnun er lögð fyrir foreldra að það verði líka spurt ef að þér væri gefinn möguleiki á því að hafa styttri sumarlokun og velja hvort þú myndi velja þetta eða hitt. Ég myndi gjarnan vilja að það yrði sett í þessa könnun sem er lögð fyrir foreldra. En það er bara ágætt að vita hverjir vilja koma til móts við þetta var ekki bara, þannig yrði bæði komið til móts við atvinnulífið því að ég allan að heyri hátt kallað frá atvinnulífinu varðandi þetta mál. Ég held að ég hverju einasta ári sem að við fyrir með til dæmis að heimsækja spítalann sé þetta eitt af þeim aðalpunktum sem þau nefna sem við þurfum að bæta og laga hjá okkur. Þetta líka kemur ekki bara við þá foreldrar sem eiga börn á leikskólanum, heldur kemur þetta líka við annað starfsfólk sem þarf að hliðra til sínu sumarfríi til þess að fólk geti til að foreldrar komist á frí á þessum sumarlokunartímum. Það veldur líka bara togstreitu á vinnustöðum en þetta er allavega eitt af þeim vandamálum sem að við starfsmannastjórar allavega þurfum alltaf að glíma við að það er þessar blessuðu sumarlokanir. En mér langaði líka að spyrja því ég er ekki alveg átt með þarna varðandi fjöldan á rýmunum, þú talar 209 pláss en er ekki verið að loka pálmóti, kemur það ekki niður á móti eða færðu samt 209 pláss? Já. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er nú alveg hárrétt, bæjarfulltrúi Eva Hrund, ég var kannski aðeins að fljóta mér áðan varðandi 144 plássin í Glerárskóla. Ef við tökum niður Pálmholt þá er þetta 90 pláss sem það gefur okkur og 44 varðandi færanlegum kennslustofunar og 25 ungbarnapláss sem er samt sem áður kannski meira en við erum að taka við inn færri unga börn heldur enn í venjulega deildir. En samt sem áður með okkar útreikninga, ef að þetta allt gengur eftir, þá mun okkur takast að brúa bilið árið haustið 2021 þegar leikskólinn við Glerárskóla tekur til starfa. En varðandi það sé ekki samhljómur með að leikskólakennari eða leikskólastjórnenda, þá er það alveg rétt. Ég ímynda með það er ekkert alltaf allir sammála en það er allavega samt sem áður háva rödd þetta og fundi mínu með leikskólastjórnendum. Þá var þetta að mati langflestra, ef ekki allra, nú man ég það ekki alveg hreinlega, að þau vildu hafa þetta óbreytt. En eins og ég segi, við erum farið í stað með könnun og skoðum þetta, en ég held sér líka bara mikilvægt að atvinnulífið og Akureyrarbær sem er bara stærsti atvinnuveitandinn hérna á svæðinu, ræði líka svolítið saman því þetta þarf að vinnast í sameiningu. Takk hérlega fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Síðasta ferðin mín, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég myndi líka örugglega segja það ef ég var leikskólastjóri að ég myndi ekki vilja stytta sumarlokanir því að þá myndi ég losna við alla vinnuna sem er að skipuleggja sumarfrí leikskólabarna. Ég á nú móðir sem starfaði sem leikskólastjóri. Hún sér ekkert að því að stytta sumarlokanir í leikskóla. Það sé hægt að sinna þessu viðhaldi dreifa því á annan hátt. Hún telur þetta ekki skaðlegt fyrir börn að stytta sumarlokanir. En ég var alveg til í það sem yfirmaður að losna við það að þurfa að skipuleggja sumarfrí starfsmanna því það er púsluspil sérstaklega þegar sumarlokanir eru eins og þær eru á Akureyri. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið máli sínu og orðið er laust. Þar sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þá segi þess umræðum þannig lið lokið og við tökum 5 mínútna hlé og stöndum upp.